Góða kvöldið. Ég vil þakka ykkur sem hafi mætt inn í kvöld og ég verð að segja að svo fór fram á mínu björtustúa. Ég vil byrja, sem sagt, en tilefni þess að við erum komin saman hérna í kvöld formleg opnun á nýrri vefsíðu sem við köllum stærstu björgun Íslandssögunnar og 1973 allir í bátana. Þar að finna ótrúlegt magn upplýsinga sem Ingibergur Óskarsson hefur safnað saman síðustu 12–14 ári. Grunnurinn nöfn langflestra sem urðu að flýja heima í gosnóttina 23. janúar 1973. Rúmlega 5.000 nöfn alls. Flestir fóru með bátum, einhverjir með flugi og einhverjir urðu eftir vegna vinnu sinnar. Það þarf mikla þrautseigju og dugnað til að finna nöfnin, finna út hver fór með hvaða bát eða flugi og hverjir urðu eftir. Fyrir það verður Ingibergur heiðraður hérna í kvöld. Öll sem koma þessum viðburði í eldheimum núna í kvöld eiga það sameiginlegt að hafa áhuga á sögunni okkar og höfum vilja til þess að skila henni til komandi kynslóðar. Mín aðkoma á sér nokkuð langa sögu en hafi einhvern tímann verið rétti tíminn til að koma þessu stórmerka framtaki Ingibergs á vefsíðu sem uppfyllir nútíma kröfur það núna. Tækni dagsins í dag býður upp á ótrúlega möguleika á að tengja saman menn og málefni og það hefur Frosti Gíslason nýtt sér í uppsetningu á vefsíðu sem tengist heimastóð. Svið sem ég ætla ekki að reyna að lýsa fyrir ykkur en Frosti mun gera á eftir. Það verið gaman að vinna þessu verkefni með Ingibergi sem framsendi verkefni til okkar Atla Rúnars Halldórssonar fyrir nokkrum árum og Atli margreyndur blaðamaður og rithöfundur og Kári Bjarnason á safninu sem kann ekki að segja nei. Með einum, við settum markið hátt við Atli og Kári á sínum tíma, fengum til liðsum okkur valkyrjurnar, hinnar einu sönnu, Guðbjörgu Sigurgeirsdóttur, Guðrún Erlingsdóttur og Helgu Hallbjörnsdóttur. Það var höll sem ekki var reist því að það var einhver sjóður á Selfossi sem fannst verkið ekki nógu merkilegt til að styrkja okkur en öll eiga þau þakkir skyldar sem koma þessu upphaflega því að eftir liggur mikið magna af gögnum sem á eftir að vinna á. En áfram var haldið og nú eigamaðurinn og blaðamaðurinn Guðjón Einarsson mættur og með hann borð var verkefni nýtt úr vör að nýju. Kári var eins og alltaf tilbúinn í slaginn, við ræddum við Írisi bæjarstjóra sem leist vel á og var ákveðið að 1973 allir í bátana yrði stærsti viðburður gosafmælisins þetta árið og hér erum við mætt. Í undirbúningsnefnd voru auk okkar Guðna, Kára og Ingibergs, Kristín Jóhannsdóttir, Erna Georgsdóttir og Frosti Gíslason. Sigurjón Óskarsson, bróðir Ingibergs og Vestmannaeyjabær hafa styrkt verkefnið myndarlega og gerir okkur kleift að stíga þetta fyrsta skref. Hér erum við með grunn sem hægt verður að byggja ofan á næstu árin og áratugi. Bendum við fólki á sem með athugasemdir eða leiðréttingar að koma því á framfæri á heimaslóðat.vestmannaeyja.is. Fyrirlesarar sem framkoma eru Frosti Gíslason, Gísli Pálsson, Guðrún Erlingsdóttir komst ekki, það var ekki flug seinnipartinn, en hún biður að heilsa öllum og bað fyrir hamingjuóskir til Ingibergs. Það eru, svo kemur Ásmundur Friðriksson, Valmundsson og Íris Róbertsdóttir. Vil ég þakka þeim og öðrum sem komið hafa að þessu með okkur þeirra hlut. Mikið af gögnum sem tengjast nýja vefnum eru á heimaslóð.is, gögn sem Víglundur Þorsteinsson hefur safnað og ennað. Frábært framtak sem á sér ekki hliðstæðu hér á landi, en
mér finnst við hæfi áður en að ég bið Frosta Gíslason að taka við af mér, að við klöppum fyrir þessu framtaki Víglundar. En Frosti Gíslason gjörðu svo vel. Takk fyrir. Gaman að sjá ykkur og takk fyrir að koma. Mér finnst alltaf erfitt að vera svona, þetta rosalega formett eitthvað sko, þannig að ég nefnilega vann í karaoke-keppni daginn og mér langaði að deila því aðeins með ykkur. En kannski áður ég byrja á þessu, að þá langaði með að sýna ykkur vefinn okkar, heimaslóð.is og það þannig að, sjá, var þetta ekki flott? Ég ætla að íta sem sagt þannig að Ingibergur búinn að safna upplýsingum alveg gera einstakt verk allir í bátana og þegar Ómar og Kári báðum að taka þetta af mig, ég sagði ekkert mál, en þetta aðeins meira mál og aðeins meira af upplýsingum heldur nokkuð tíma átti von á og einstakt bara til hamingju með þetta Ingibergur og þvílík þrautseigja að safna þessu öllu saman. Heimaslóð vefur sem var opnaður hjá okkur 2005 og í dag eru komnar 40.000 ljósmyndir inn í hennar gagnagrunn og 18.000 greinar sem allar fjalla Vestmannaeyjar eða Vestmannaeyinga og fyrir það ber að þakka allt þetta duglega fólk sem að setja inn upplýsingar og sem sagt að við erum búin að byrjuð á að setja inn upplýsingarnar frá Ingiberg stærstu björgun Íslandssögunnar inn á heimaslóð og í gagnagrunnum hans að þá listaði hann upp það fólk og hversu margir fóru í hvern einasta bát og við erum að summera það upp á síðunni fjöldan sem fór í hvert bát og svo ef við smellum á bátana að þá sjáum við upplýsingar hverjir voru í áhöfn og núna þar sem komið með inn á af því við erum með inn á heimaslóð að þá erum við með oft á tíðum ævisögu þessa fólks og við sjáum þessi ættartöl sem að Víglundur í langflestum tilfellum búin að skrifa og svo getum við líka núna séð flokkað raunverulega farþegarna á hverjum bát og séð raunverulega hvar þeir bjuggu og þá sjáum við oft þessi tengsl fyrir okkur sem upplifum ekki þessa nótt að það áttum maður erfitt með að skilja raunverulega hvernig í ósköpunum var að koma öllum þessum fjölda upp á land en maður sér oft hvernig það hópuðust í kringum áhafnirnar. Ég þarf ekki að segja ykkur þetta, ég bara svona en og svo á þessum upplýsingum eru líka upplýsingar bátana og hvernig fólk ferðaðist. Á síðunni líka frásagnir og greinar og viðtöl sem hægt að smella á. Íris baði mig að smella á. Nei, tjók. Ég að tjóka. Ég fór að spurja einn mann ónefnda mann hvort ég mætti skjóta á hann. Hann sagði nei, en ég spurði ekki leyfis á hann Írisi. En ég þorði alveg að skjóta hana. Og svo erum við með myndbönd og við erum eftir að safna enn meira. Við erum komið eldur, eldur á Heimaey og svo var þessi margumræddur Ingibergur Óskarsson búinn að safna alveg fullt af vídeóum gosið sem eru þá síðan aðgengileg á þessari síðu og það nú þannig að svo ég segi eins og að þetta ennþá ekki orðið alveg fullkomið vegna þess að í mörgum tilfellum eru fleiri en einn Jón Jónsson og það hellingsvinna að finna rétta Óskar Vigfússon að þá setjum við rétta tengilinn á Óskar Vigfússon hálsi. Þannig að í einhverjum tilfellum eigum við eftir að rekast á það tengill á Jón Jónsson en það ekki rétt í Jón Jónsson.
og þá sendum við inn heimaslóð@Vestmannaeyjar og komum þeim ábendingum á framfæri. Við erum að gera þetta eftir besta við erum að reyna að vanda okkur en ég veit að það í einhverjum tilfellum sem að tengla sem við þurfum að laga og þið verðum bara að fyrirgefa það. Og það var líka þannig þegar við opnum heimaslóð á sínum tíma að þá var hann ekki fullkominn en hún hefur alltaf verið að batna. Hljómaði ekki eins og svona krakki sem búin að klúðra prófi og svona afsaka sig að þið verðum bara að fyrirgefa það. En mig langaði líka aðeins að segja ykkur frá, sem ég stundum sagt aðeins áður frá líka, en við erum, á bakvið heimaslóð erum við líka að vinna alls konar bakgrunnsvinnu sem við erum eftir að, þetta á eftir að þróa svolítið mikið áfram. Við erum með inná kortafið sem eftir að gera opinberan og sérstaklega kortafið sambærilegan eins og Vestmannaeyjar kortafivurinn, en við erum með þennan sérstakann af því að þá erum við að safna og staðsetja ljósmyndir og greinar sem eru á heimaslóð og kalla geotaka það, og við munum líka vera með sérstaka síðu þar sem að með alla greinar sem að tengjast hvar bátarnir voru og þá er þetta að smetla á einstaklega bátastaðsetningar og svoleiðis. Og má ég segja frá, svo er ég að selja Tupperware, þeir sem að nota tækifæri fyrst að þið getið farið inn á síðan Instagram Tupperware 2038. En Ómar, á ég að... Jú, þakka þér fyrir, ég einmitt. En sem sagt, þetta logo, sem sagt, hannaði hann Ingibergur á sínum tíma og hann fékk vin sinn Hlyn Ólafs til þess að endurhanna logoið og það er þetta hérna. Við ekki að klappa fyrir því? Svo finnst mér þið vera búin að klappa rosalega mikið fyrir Ingiberg og ég myndi alveg þykja líka smá klapp. En takk fyrir og bara gaman að sjá ykkur.